Sá hestur sem kemur upp í hugan svona fyrst, sem í gangi núna, það náttúrulega Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu, efstur á öllum stöðulistum, núverandi stöðulistum. Síðan náttúrulega margir góðir, gamlir gammar, en ég bara svo ung að ég man ekki eftir einhverjum öðrum betri en Kjarki, ég segi Kjarkur. Það Náttfari frá Ytra-Dalsgerði, engin spurning. Lótus frá Altengur. Ég segi bara Heljar frá Stórahöfi, það var Náttvarasonur, geldingur, sem keppti hér í A-flokki árum áður, sem var í eigu Matthíasar, pappa Sigga Matt og þeirra, og kynntist ég honum aðeins, svo lenti hann í Helti og ég kynntist þessum hest aðeins og með honum Sigga Matt í gamla daga og voru bara peyjar og svo var Siggi að leggja hann og það voru mér ógleymanlegir sprettir sko, alveg ógleymanlegt að sjá hann hest, þetta var þvílíkur gæðingur og svona hefur sett mín viðmið síðan. En ég held að maður verið að segja að Lótus frá Altengur, það er últra viðurkenningur. Ég held að það er svona tímamóta hestur á mörgum leyti að því að hann mætti á heimsmeistaramóti eftir heimsmeistaramóti og alltaf var hann, hann vann ekki, ég held að hann unnið þetta allt og geggjað að horfa á hann og svo náttúrulega bara svona stórmótshestur, góður þegar á reyndi, eða ekkert góður, hann bestur. Svarið við þessari spurningu lærði ég ungur og ég ólst upp við það að mesta skeiðhross sem uppi hefði verið á Íslandi fyrr og síðar væri Gletta í Laugarnesi. En eftir sem áður svarið þetta að Gletta hefur verið viðmið mitt sem mesta skeiðhross allra tíma og svo enn. Kjarkur Árbæjarhjáleigu. Það svona, ég myndi tippa á hann. Það einfalt svarið þeirri spurningu. Það Náttfari frá Ytra-Dalsgerði. Hann skeiðhesturinn. Hann meira segja svo flottur á skeiði að hann vörumerki á kaffipökkum í Ungverjalandi. Það held ég, þó að séu mjög margir góðir skeiðhestar til, þá held ég að ég myndi vilja hafa Kjark frá Árbæjarhjáleigu. Besti skeiðhestur allra tíma, ég held að Drífa Hafsteinstöðum sé afar ofarlega og já, ég held að hún sé bara efst og svo hún líka undan svolítið uppáhaldshesti hjá mér, Fána, en Fáni eiginlega eini stóðhestur sem hefur farið úr landi sem ég sé eftir. Hann gaf rosaleg afköst, mikinn myndarskap, hann gaf alvöru sigurvegara. Takk. Við erum forvitin og óstöðvandi. Við erum öll fædd fjórhjóladrifin, svo vöxum við úr grasi og við breytumst. En sálin verður alltaf fjórhjóladrifin. Jeep Grand Cherokee fáanlegur með 33 eða 35 tómu breytingu. Alvöru jeppi, alvöru fjórhjóladrif. Ísband, Mosfellsbæ.